Mig langar að deila með ykkur sögu og hún ber yfirskriftina Hvíldardagurinn sem Jesús kom til kirkju. Það eru þeir tíma þegar reykilsi himinsins fylla hjarta þitt. Jesús hringdi í skólan á 50-dags eftirmiðdegi. Halló, sagði hann. Ég Jesús og ég mun koma í kirkjuna þennan hvíldardag til að deila boðskap með kirkjunni. Skólaritarinn var skelfingu lostinn og kallaði á öldunginn. Presturinn var nefnilega í burtu þessa helgi. Öldungurinn hringdi í prestinn og sagði honum frá símtalinu og spurði hvað hann ætti að gera. Vertu góðu við hann, sagði pastor Dale. Þess í stað urðu þeir örvæntingafullir, hringdu á ráðstefnuskrifstofuna og síðan lögregluna á staðnum. Að morgni hvíldardags voru þeir tilbúnir, jafnvel fúsir að Jesús kæmi. Jesús sem var að hluta lamaður og háður göngugrind úr áli kom í leigubíl sem keyrði hann alveg að útidyrum kirkjunnar. Já, ég Jesús, sagði hann, og ég með skilaboð. Kirkjan hendi honum út. Þeir sögðu pastor Dale hvað hafði gerst. Ég ímynda mér að það hafi verið svolítið eins og að vera hent út frá Nasaret, hrökk út úr pastor Dale. Þriðjudaginn, þegar hann sneri heim, fann pastor Dale út hvar Jesús bjó, bað öldung í kirkjunni að vera með sér og kíkti í heimsókn. Jesús var lítill maður, bjó í litlu húsi, en hjarta hans var fullt af góðvild og von. Ég vildi bara segja kirkjunni að Guð vill að þeir sjáum fólki sem sært og hungrað, sagði Jesús. Það allt og sumt. Hvað með að koma með mér í kirkjuna þennan hvíldardag, spurði pastor Dale, og þú verður gestur minn. Vá, sagði Jesús, það eru 40 ár síðan ég var skírður þar. 30 ár síðan ég var síðast innan dyra. Ég myndi gjarna vilja koma með þér. Pastor Dale byrjaði að skipuleggja hvíldardaginn. Guð sagði mér að predikunin ætti að fjalla blinda Bartimeus sem hrópaði á Jesús við hlið Jerikóhliðsins. Sérstaklega hlutan þar sem fólk sagði háværum blinda betlarunum að þegja. Guð sagði mér líka að smurning ætti að vera á meðan að Guðþjónustunni stóð. Smurningin var fyrir Angelu. Hún og eiginmaður hennar, Gil, eru bæði 100% ég kunni ekki þýðinguna á þessu, First Nation Navajo, það ykkur tegunda af Indjánum, já, 100% Indjánar. Takk fyrir það, Þórdís. Angela hafði nýlega tekið við Jesú, en var að gangi gegnum hræðilegar heilsu áskoranir, svo ég bað Jeff, einn af leiðtogum kirkjunar okkar, að smyrja hana. Útskýrði pastor Dale. Þetta var í fyrsta skipti sem hann gerði eitthvað slíkt, en hann samþykkti það og ég kom með sérstaka reykilsis olíuna mína. Pastor Dale sagði sögu Barts blinda á meðan sérstakur gestur hans, Jesús, satt hljóður á öðrum bekknum, göngugrind hans beið á ganginum. Þegar pastor Dale bað Jesú að ganga til liðs við Angelu og Jeff framan við sig, ýtti Jesús göngugrindin fram og bað hljóðlega á meðan Angela smurði. Það önnur smurning sem við þurfum líka að gera í dag, sagði pastor Dale við allan söfnuðinn. Þessi maður hér nýji vinur minn. Hann heiti Dennis, þó að sum ykkar þekki hann sem Jesú. Angela, væri þú til í að smyrja Dennis og biðja fyrir honum í dag? Angela tók olíuna og dreifði nokkrum dropum á Dennis. Vá, þetta lyktar betur en rakspírinn minn, sagði Dennis hátt. Má ég fá meira? Gefðu honum allt sem hann vill, sagði pastor Dale við Angelu. Hún hellti hálfri flöskunni í hendur Dennis og hann klappaði snöggt allt andlit á sér og nuddaði henni í hárið á sér. Röddin full af tárum hrópaði Dennis. Vá, þetta svo gott, og söfnuðurinn hreifst með. Eftir sameiginlegu máltíðina í kirkjunni þennan dag, sagði Dennis. Pastor Dale og Angelu frá því að hafa komið til kirkju hvíldardeginum áður.
Þegar ég var að undirbúa mig til að fara að heiman, sagði Guð mér að setja allt fé mitt í veski mitt. Ég vissi ekki af hverju fyrir en ég var í leigubílnum og bílstjórinn byrjaði að segja mér frá öllum raunum sem hann var að gangi í gegnum. Fjölskyldan hans var í fjárhagsvandræðum og börnin hans átti í vandræðum með að komast í gegnum önnur vandamál. Líf hans var mjög erfitt. Dennis var svo gagntekinn af sögu leigubílstjórans að hann opnaði veski sitt og gaf bílstjóranum alla peningana sem Guð hafði sagt honum að koma með. Fyrir þig, sagði hann við bílstjóran, frá Jesú. Þegar Dennis sagði frá þessari sögu, leitaði hugur pastor Steil til þess dag sem Jesú sá ekkjuna renna 2 síðustu aurónum sínum í musteri sjóðin. Það var eins og ritningin lifnaði við hérna í litla bænum okkar. Hvíldardagskvöldi kom Angela með eiginmann sinn Gil þau fóru á neðanjarða samkomu á þetta hvíldardagskvöld. Og pastor Dale leiðir í gömlu vöruhúsinu í miðbænum. Gil hafði ekki tekið við Jesú og barðist í djöfla sem voru að gera líf hans að helvíti á jörðinni. Á miðjum fundi réðust púkarnir harkalega á Gil. Simóna eiginkona pastor Steil gekk til Gils og bauð púkunum að fara út úr honum strax og púkarnir hlýddu. Gil, maður og eiginmaður Angelu, var þarna eftir tómur en svo fús til að verða fylltur af anda Guðs og hann bað Jesú að koma inn í líf sitt og bað að láta skýrast. Allir fögnuðu. Þetta var alveg eins og þegar illu öndunum var varpað út úr Gadarena villta manninum í biblíunni. Eftir fagnaðarlátin róaðist dálítið, en á meðan fundurinn stóð spurði einn gestana mjög stór maður, pastor Dale, hvort hann mætti tala við hann. Þeir færðu sig til hliðar í herbergjunum. Ég heiti Erik, sagði maðurinn. Ég 100% innfæddur Eskimói frá Alaska, en núna ég að keyra leigubíl hér í bænum. Ég að jafna mig eftir ýmislegt sem hefur gengið á í mínu lífi og það hefur verið mjög erfitt. Sumt fólk ekki sátt við stóran Alaskabúa eins og mig. Svo, fyrir nokkrum vikum síðan, réð maður að nafni Dennis mig til að keyra sér til 7. dags aðventista kirkju á laugardagsmorgni. Hann var mjög góður maður sem notaði göngugrind til að styðjast við. Í leigubílnum spurði hann mig fjölskylduna mína og þó ég segi venjulega engum frá fjölskyldunni minni, var eitthvað sem fékk mig til að segja Dennis allt. Ég sagði honum frá krökkunum mínum og veikindum konuna minnar. Pastor Dale hlustaði stórum augum af undrun yfir því hvernig Guð var að sameina svo margar sögur. Á meðan við vorum í leigubílnum hélt Erik áfram, tók Dennis upp veskið sitt og rétti mér stóran pakka af peningaseðlum. Sagði að þetta væri fyrir mig frá Jesú. Ég þáði það, en það var mjög óþægilegt. Þetta voru mikli peningar, eða $1700, og ég reiknaði þetta yfir á íslensku, það eru 230.000 íslenskar, svo við höfum það alveg á hreinu. Reyndar fannst mér þetta svo óþægilegt að ég hef ekki eitt neina af því ég sjálfa mig eða fjölskylduna mína. Dennis hefur hringt í mig nokkra sinnum og spurt mig hvort að ég gæti farið fyrir hann og keypt matvörur fyrir sig og í byggingavöruverslina og keypt eitthvað annað sem hann þurfti. Pastor Dale byrjaði að spyrja, en hætti þegar Erik ýtti litlum pappispoka að sér. Pastor, þetta eru peningarnir sem Dennis gaf mér. Ég hef $100 af þeim, en $1700 eru enn hér í pappispokanum. Hvernig þetta mögulegt? Ég hef ákveðið að þetta séu peningar Guðs og að ég þurfi að skila þeim aftur til Dennis. Heldur að það verði í lagi? Pastor Dale brosti og hugsaði söguna í biblíunni ekkjunu og son hennar í smábænum Sarafat. Hugsa ykkur vinir,
sko, Guð enn, hann lifandi svo sannarlega í dag og mér svo stórkostlega hvernig hver þræðurinn á fætur öðrum, hvernig fólk tengist og hvernig Guð tengir fólk saman. Og mér hugsa bara hversu oft það þannig með okkur í lífinu. Við höfum ekki hugmynd það. Akkur þessi aðili komin inn í okkar líf eða akkur við komin inn í líf einhvers annars. Guð að tengja fólk saman. Og ég biðist bara að við mættum ekki henda Jesú út, heldur taka á móti öllum sem koma í okkar líf og umvefja fólk þannig. En þetta var sagan sem ég langaði að deila með okkur í dag. Og við skulum syngja saman.